Komið sæl. Í tengslu við samlagningu og frádrátt almennra brota þá höfum við fjallað nefnara, sameiginlega nefnara. Það er að segja hann verður að vera eins til að geta klára dæmið. Og nú ætlum við að fjalla það sem kallast minnsti samnefnari og stundum skammstafað MSN. Ég ætla að sýna ykkur tvær ólíkar leiðir sem hægt er að fara til þess að finna minnsta samnefnara. En áður höfðum við talað að til þess að finna samnefnara virkar alltaf að margfalda með gagnstæðum nefnara. Eða það er að segja lengja með gagnstæðum nefnara. Ég gæti lengt fyrra broti með 6 og aftara broti myndi ég lengja með 4. Þetta myndi gefa mér sameiginlega nefnara 24. En gallinn í þessa aðferð sá að stundum fáum við rosalega háar tölur til að vinna með og þurfum að stytta mikið í lokin. Þannig við ætlum að finna núna leið til þess að lengja eins lítið og mögulega við þurfum. Hér til dæmis getið ekki notað brotatakkan sem ég sýndi ykkur í síðasta myndbandi. Ef spurt hver er minnsti samnefnari fyrir 1/4 og 1/6. Þið getur reiknað þetta en kannski ekki endilega svara því hver er minnsti samnefnarin. Þannig hér er strax komið dæmi sem sýnir að það er ekkert að stóla á takkan eingöngu. Nú, en þessi leið, hún sem sagt felst í því að ég skoða nefnarana sem eru 4 og 6 og ég skrifa upp margföldunartöfluna fyrir þessu 2 nefnara. Þess að 1 sinni 4 eru 4, 2 sinni 4 eru 8, 3 sinni 4 eru 12, 4 sinni 4 eru 16 og svo framvegis. Og sama gerir ég fyrir 6-una. 1 sinni 6 eru 6, 2 sinni 6 eru 12, 3 sinni 6 eru 18 og svo koll á kolli. Og ég þarf ekki að fara lengra. Það sem ég sé hér er að talan 12 kemur fyrir í báðum þessum margföldunartöflum. Það er að segja hægt er að lengja bæði 4 og 6 upp í 12 og það er fyrsta sameiginlega talan sem kemur fyrir og er þess vegna minnsti samnefnari fyrir 4. hluta og 7. hluta. Og ég get líka talið út frá töflunni að 1 sinni 2 svar 3 sinni 4 eru 12. Þess vegna þarf ég að lengja fyrra broti með 3 og 1 sinni 2 svar sinni með 6 eru 12. Þannig að síðara broti lengi ég með 2. Og þannig get ég klárað að reikna þetta og er þá komið með 3/12 og 2/12. Ég get núna sett þetta upp á 1 strik. Þessi sameiginlega nefnar er 12 og ég reikna 3 + 2 og fæ þá svarið 5/12. Og oft er það fullstytt en ef ekki þá þarf ég að stytta það lítið, allavega mun minna heldur en ef ég margfaldi með gagnstæðum nefnara. Og þessi leið hún virkar vel og virkar alltaf en það er kannski best að nota hana ef að nefnararnir, þessir hér, 4 og 6, eru ekki tiltölulega háir. Ef þeir eru háir þá er önnur aðferð sem að virkar eiginlega betur og ég ætla að sýna ykkur hana hér. Og þessi leið hún felur það í sér að frumþátta og setja í mengi. Þau eru búin að kynnast því aðeins. Þannig að ég tek nefnarana, frumþátta þá niður og síðan þegar ég seti þetta í mengi þá er ég með 2 hringi og þið munið að annar hringurinn táknar töluna 4 og hinn töluna 6. Það sem er sameiginlegt það fyrir miðjuna og auka tölurnar fara síðan sikkur megin við. Þannig að hér erum við hringin 2 sinni 2 sem er fyrir fjarkan og hér erum við 2 sinni 3 sem er 6. Af hverju er ég að þessu? Jú, vegna þess að minnsti samnefnari fæst ef ég margfalda saman allar tölurnar á myndinni. 2 sinni 2 sinni 3 gefur mér 12 og það er minnsti samnefnari fyrir 4 og 6. Alveg svo við sáum í dæminu áðan, þetta er bara önnur aðferð. Og það sem ég græði líka á að hafa þessa mynd er að tölurnar sem að standa sikkur megin við miðjuna, sem tvisturinn og þristurinn, að það eru þær tölur sem ég þarf að nota til þess að lengja. Ég þarf að lengja annað brotið með 2 og hitt brotið með 3. Og svo leysi ég það eins og á síðustu glæru. Þið getið klárað það sjálf, ég þarf ekki að gera það aftur. En ég ætla frekar að sýna ykkur annað dæmi. Fara í gegnum þetta aftur. Og hér sjáum þið að
það væri ekki sniðugt að lengja með gagnstæðum nefnara. Að lengja fyrra brotið með 66 og aftara brotið með 18, tóm vitleysa. Hér væri heldur ekki sniðugt að fara að skrifa upp 18 sinnum töfluna og 66 sinnum töfluna og reyna að finna hvar þær skarast. En það sem við ætlum að gera er að frumþátta þessum tölur og setja í mengi. Þess talan 18 er 2 sinnum 9, í staðinn fyrir 9 ger ég 3 sinnum 3. Talan 66 er 6 sinnum 11, í staðinn fyrir 6 ger ég 2 sinnum 3 og nú er ég búinn að frumþátta þetta. Og síðan setja ég þetta í mengi, þar sem að annar hringurinn er fyrir 18 og hinn fyrir 66. Það sem er sameiginlegt er tvistur fyrir miðjuna, sameiginlegur þristur fyrir miðjuna, auka þristur í 18, hann fyrir hér, og auka 11 í 66, kemur hingað. Minnsti samnefnarinn, margfeldi allra talnanna, 3 sinnum 2 sinnum 3 sinnum 11. Og ég sé að minnsti mögulegi samnefnari er 198. Þannig ég þarf ekki að lengja þetta lengra en upp í það. Ef ég hefði farið að margfalda með gagnstæða nefnara, þá var ég komin með nefnara upp á 1188, sem er tóm vitleysa. Og, líkt og ég sagði ykkur áðan, ég get séð með hvaða tölum þarf ég að lengja. Ég þarf að lengja með 3, annað brotið, og 11, hitt brotið. Þannig að þessi mynd hér, mengjamyndin, hún segir ansi mikið þegar kemur að því að klára dæmið. Og hvort á ég að lengja fyrra brotið með 3 eða 11? Væntanlega að því að minni talan er hér, af þessum 2, 18 minni en 66, þá þarf ég að lengja hana með stærri tölunni, sem er 11. Og minni nefnaran lengi ég þá með, stærri nefnaran fyrirgefi, lengi ég þá með minni tölunni eða þristinum. Og þá get ég klárað dæmið. Ég fæ þá 11 190.800 annars vegar og ég fæ 15 190.800 hins vegar. Ég losna ekkert undan því að vinna með háar tölur, en þær eru samt mun þægilegri en áður. Ef ég legg þetta saman þá fæ ég 26 190.800. Og hérna þarf ég að stytta. Það reyndar ekki mikið, en ég get stytt með 2 og fæ þá 13 90.900 og það er full stytt svar. Þannig að þetta er ótrúlega skemmtilega aðferð. Ég veit að það er aðeins meiri handavinna við þetta, en öll stærðfræðidæmi er ekki alltaf leyst 1, 2 og 3. Þannig að æfi ykkur á þessu og fyrir utan það að skemmt ykkur konunglega, þá mun þetta nýtast ykkur líka seinna meir aftur þegar við komum að ræðum stæðum í algebru. En takk fyrir í bili.